Ég segi það svo oft, það svo margir sem tala að þetta sé gömul bók, en í þessari bók ákveðin hugmyndafræði og flestir sem gagnrýna þessa bók að þeir fylgja sjálfur annarri hugmyndafræði sem oft á tíðum jafn gömul. Þannig maðurinn hefur ekkert breyst í gegnum árin. Og mig langar að tala í dag ákveðna hluti úr þessari bók. Mig langar að tala samfélag. Við höfum verið að tala bænahús og við höfum verið að tala að Guð, hann býr í bænahúsinu og við biðjum í bænahúsinu, við tölum við Guð. Jesús, hann hreinsaði bænahúsið fyrst, svo kallaði hann inn þá sem voru sjúkir, blindir og læknaði þá. En áður en hann tók þá inn, þá hreinsaði hann húsið. Og við ætlum að tala samfélag, ekki prógram, samfélag. Margir kristnir eru uppteknir af alls konar prógramum, áætlunum að gera þetta og hitt. Þeir hafa ekki tíma til að hafa samfélag. Jesús, hann hafði tíma, hann tók sér tíma til að hafa samfélag við bara 12 kalla. Sumir prestar, pastorar eru svo miklir í dag að þeir koma ekki og tala bara við 12. Það þurfa að vera 1000 eða 2000 eða svo að þeir geti komið. En Jesús Kristur, ég svo glaður að hann gaf sér tíma fyrir 1, 2, 12, líka fyrir fjöldan. Og hann hafði tíma til þess að eiga samfélag. Í postulasögunni, það ritningin sem mig langar að ganga út frá, þá segir í postulasögunni 2. kafla, vers 42, það segir þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið og brotning brauðsins og bænirnar. Þannig að við ætlum að gera eiginlega allt af þessu hér í dag. Við ætlum að brjóta brauðið og við ætlum að eiga samfélag. En sjáðu til, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana. Það var hluti af þeirra lífi. Margir eru svo uppteknir í dag að þeir hafa ekki tíma fyrir þetta samfélag. Sumir segja að þeir þurfa að lifa. Þú lifir bara einu sinni. Og þeir eru svo uppteknir að afla peninga. Ég veit ekki hvað þeir ætla að gera við þá eða þeir myndu deyja á morgun. Að þeir missa af þessu sem þeir voru skapaðir til þess að eiga og lifa í. En við sjáum hérna að þeir ræktu trúlega samfélagið. Þó þeir væru í vinnu, þá gáfu þeir sér tíma til þess að koma að morgni og miðjan daginn frumkirkjan til þess að biðja, til þess að tala við Drottinn og til þess að tala hver við annan. Amen. Samfélagið sem við erum að tala að það svolítið kannski, þú veist, þú getur átt samfélag, farið inn á pub og fengið svona einn öllara og svo svona, já, samfélag, svo hendið þið kannski örfum í vegg eða eitthvað svona og það samfélag. En það ekki það samfélag sem við erum að tala í dag, vegna þess að samfélagið sem við erum að tala þegar þú búin að fá þið 3-4 öllara, þá birtist ákveðin svona Aladín, andi. Og það verður ákveðið samfélag við þann anda og stundum leiðir sá andið þig hingað og stundum þangað og stundum bara þangað. En þetta samfélag sem við erum að tala ég ætla að lesa frá 1. Jóhannesarbréfi, 1. Jóhannesarbréfi, 1. kafla, 3. vers og síðan vers 7. Í 3. versinu segir, já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við einnig yður til þess að þér líka geti haft samfélag við oss. Hvað í gangi? Af hverju gátu þeir ekki haft samfélag nema heyra eitthvað? Jú, Páll, hann sagði þetta svona, trúin kemur af boðunni. Það var ekki hægt að trúa nema maður heyrði. Þannig að
þeir þurftu að heyra Jesú til að geta trúað. Og til þess að geta átt samfélag við Jesú, þá þarftu að trúa á hann. Ef þú trúir ekki hann sé til, ef þú trúir ekki að Guð sé til, hvernig getur átt samfélag við hann? Þannig að þeir hérna stendur, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig, til þess að þér getið líka haft samfélag við oss, svo segir hann, og samfélag vort við föðurinn og við son hans Jesúm Krist. Halleluja. Samfélag vort við föðurinn og við son hans Jesúm Krist. Þannig að til þess að geta átt samfélag við Guð og föðurinn, þá þarft þú í raun og veru að iðrast. Vegna þess að Guð kemur ekki inn að iðrast þýðir það að breytum hugafar. Margir vilja fá Guð til að hugsa eins og þeir hugsa, en Guð segir mínar hugsanir eru sko ekki yðar hugsanir. Mínir vegir eru miklu æðri ykkar vegum. Ég kem ekki niður á ykkar plan. Ef að þið vilja eiga samfélag við mig, þá verðið þið að beygja kné ykkar og þið verðið að taka af mínum anda. Þið verðið að koma í gegnum dyrnar sem að Jesús Kristur. Í Jóhannesar Guðspjalli, 10. kapla, 9. vers segir, ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast. Hann mun ganga inn út og finna haga. Hann mun ganga inn og út og hann mun eiga samfélag við mig og við mína. Í 7. versinu í Jóhannesarbréfinu, þá segir, ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóði Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við göngum í ljósinu, þá höfum við samfélag. Ég veit ekki með þig. Ég get ekki almennilega átt samfélag við konuna mín ef ég fer á bak við hana. Ef ég lýga að henni. Ef ég blekkja hana. Þá samfélag okkar ekki í ljósinu. Samfélagið þarf að vera í ljósinu til þess að sé samfélag. Amen. Og einn góður Guðsmaður sagði, blóð Jesú Krist hreinsar aldrei í myrkri. Blóð Jesú hreinsar aldrei í myrkri. En leið og þú kemur til bróður þíns og segir, fyrirgefðu bróðir, ég syngaði á móti þér, þá þarftu ekki einu sinni að biðja Jesú að fyrirgefa þér, af því að hann vill að þú biðjir bróður þinn að fyrirgefa þér. Sjáðu, þú biður ekki Jesú að fyrirgefa þér ef þú syngar gegn bróður þínum, þú biður bróður þinn að fyrirgefa þér og blóð Jesú hreinsar þig og samfélagið aftur orðið yndislegt, halleluja. Samfélagið komið í ljósið. Það svo gott að eiga samfélag í ljósinu. Ég vil ekki eiga samfélag í myrkri. Ég vil eiga samfélag í ljósinu. Þó það kosti að ég þurfa að segja fyrirgefðu. Þó það kosti það að ég þurfa að auðmýkja mig. Þó það kosti að ég þurfa að segja ég gerði mistök. Ég vil eiga samfélag við þig og við konuna mína og við alla í ljósinu og þá veit ég að samfélag mitt við Guð í lagi. Samfélag við föðurinn, við soninn og hvert við annað. Og í grunnfræðslunni okkar að þá talað lóðrétt samfélag og lárétt. Þannig að það myndar kross. Það myndar kross. Og krossin að þurfa að eiga samfélag við þig. Nei, ég ekki að segja það. Að það stundum kross að eiga samfélag við annað fólk. Það stundum, hvað þýðir krossin? Krossin þýðir það að ég ætla að deyja sjálfum mér og ég ætla að elska þó að ég sé ekki elskaður. Það að taka upp krossin, ég ætla að elska þó að ég sé ekki elskaður. Ég ætla að gefa öðrum samfélag þó svo að þeir séu ekki tilbúnir að gefa mér samfélag. Ég ætla að elska þó að ég sé ekki elskaður. Og það erum við kölluð til að gera. En við gleymum því svo oft. Við byrjum að rífast, réttlæta okkur og rífast. Þú ert vondur við mig og þá á ég að vera vondur við þig. Nei, við sigrum illt með góðu það ekki.
Ok? Þannig að þetta samfélag hefur dyr og samfélagið sem við erum að tala hefur dyr og dyrnar Jesús. Í Efesusbréfinu 2. kafla 10. versi þá segir þýðing númer 3 héðan frá. Við höfum þýðingu 81 þýðinguna. Eldri þýðingin segir við erum sköpuð fyrir samfélagið við Jesúm Krist. Við erum sköpuð, Efesusbréfið 2:10, við erum sköpuð fyrir samfélagið við Krist. Þýðingin núna segir að við séum smíð Guðs, sköpuð í Kristi til góðra verka, en ég elska þetta, við erum sköpuð fyrir samfélagið við Jesúm Krist. Og ég veit, þekki suma sem voru að eignast börn, ekki alls fyrir löngu, það alltaf tilhlökkun þegar kemur barn. Fólk bíður alveg spennt eftir því að barnið komi, svo þegar barnið komið, þá snýst allt barnið. Og jafnvel þó að það þurfa að skipta bleiur, að þá það engin kostnaður í samanburði við það yndislega samfélag sem barnið gefur. Og vitið þið hvað, ef að þetta í okkar eðli, þá getum við dregið þá ályktun að Guð elskaði svo mikið að hann varð að eignast börn. Hann varð að eignast börn til að eiga samfélag við. Þó hann þurfa að skipta bleiur á þeim, þó hann þurfa að þrífa af þeim syndina, þó hann þurfa að gera þetta og gera hitt. Hann elskar okkur svo mikið að hann þráir að eiga samfélag við okkur. Og í Jakobsbréfinu 4:5 sagt að Guð, hann þráir með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. Sjáðu, Guð, hann verður afbrýðusamur. Hann verður afbrýðusamur ef þú vilt ekki eiga samfélag við hann. Hann verður afbrýðusamur ef að þér finnst vinnan vera meira virði en hann. Hann verður afbrýðusamur ef að þér finnst sjónvarpið vera meira virði en hann. Hann verður afbrýðusamur. Hann þráir þig. Hann þráir samfélag við þig. Jesús Kristur sagði í Lúkas 22:15 þegar hann settist niður með lærisveinunum til að neita síðustu kvöldmáltíðarinnar. Hann sagði, hjartanlega hef ég þráð að neita þessara páskamáltíða með yður. Hann þráði samfélag við lærisveina sína. Þessar kalla sem að vissa myndu bregðast honum. Þessar menn sem voru stundum að rífast, þessar menn sem hann hafði borið á örmum sér síðustu 3 árin. Hann elskaði þá, þrátt fyrir gallana þeirra, þá elskaði hann þá. Og það stundum erfitt að skilja þetta, þrátt fyrir gallana. Þeir eru búin að ganga með Guði kannski mörg ár. Þá ferð að skilja, þú getur elskað jafnvel þá sem að bregðast þér. Þú getur elskað. Þú sér veikleika, við sjáum veikleika hvers annars og samt elskum við hvert annað. Jafnvel þó við förum í taugarnar á hvert öðru, þá elskum við hvert annað. Jesús elskaði og hann sagði, ég hef svo hjartanlega þráð að neita þessara páskamáltíðar meðal yður. Og hugsaðu ykkur, það einn annar, heilagur andi. Páll talar að náðin drottins Jesú Krist sé með yður og samfélag heilags anda. Heilagur andi. Hann þráir líka að eiga samfélag við þig. Heilagur andi, hann líka persóna og hann þráir að eiga samfélag við þig. Og mér langar að lesa hérna 2 ritningastaði, fyrst í Filippibréfinu, 2. kafla 1. vers og ég kom hérna með nýjustu þýðinguna líka vegna þess að báðar þýðingarnar segja þetta vel. Filippibréfið 2:1. Ef nokkuð smá sín uppkvatning í nafni Krists, kærleiks ávarp, ef samfélag andans, andinn gefur samfélag, hann vill eiga samfélag við þig, andinn, meðöngun, ástúð meðöngun má sín nokkus, þá gjöru gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Nú skulum við lesa þetta hérna í nýjustu þýðingunni. Þetta 1. versið, Filippibréfið 2:1, bara 1. versið. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag. Takið eftir, fyrst andi hans skapar samfélag.
Þegar andi Guðs kemur, þá verður til samfélag. Andi hans skapar samfélag. Andi hans skapar samfélag. Allt það sem andi hans meðtekinn, þar verður til samfélag. Efesusbréfið 4. kafli, 3. vers, þar segir kappkostið að varðveita einingu andans. Takið eftir, andinn, hann skapar samfélag, andinn kemur alltaf með einingu. Það koma 2 pirraðir einstaklingar á bænastund og við getum bara sagt að það sé Kitti og það er best að nota bara Alla líka, Kitti og Alli. Og Alli kemur og segir, Kitti kominn. Ég vona að ég geti verið einn með Guði. Kitti kemur og segir, Alli kominn. Vona að ég geti verið einn með Guði. Og svo byrja þeir að biðja. En allt í einu að þá byrjar heilagur andi að starfa í þeim báðum og allt í einu fyrir Kitti að finna svo mikinn kærleika til Alla. Og Alli byrjar að finna svo mikinn kærleika til Kitta. Vitið að þetta gerist svo oft á bænastundum þegar fólk kemur saman. Heilagur andi, hann skapar samfélag og hann andi einingarinnar og af því að hann hérna innra með okkur, þó okkar ytri maður sé svona að þegar leið og innri maðurinn tengdur við Guð, þá byrjar kærleikur Guðs í hjörtum okkar að flæða út. Amen. Samfélag heilags anda. Mér finnst það svo yndislegt. Við erum sköpuð fyrir þetta samfélag og það bara að tengja við andan, þá getur átt samfélag við alla. En nema kannski 1 eða 2. Nei, við getum átt samfélag við alla. Halleluja. Nú, það eru ritningar sem segja okkur það að Guð, hann dvelur í samfélagi sinna barna. Hann dvelur í Sálmi 22:4 segir að Guð, hann elskar samfélagið og hann kemur og hann dvelur í samfélaginu. Hann dvelur á meðal okkar af því að hann elskar það þegar við komum saman. Og ég veit ekki með þig, en ég veit, þegar ég leiði bænastundir, nú er ég búin að gera það í mörg ár, þegar ég lofa Guð, þegar ég einn, þá finn ég svona fyrir ákveðinni nærveru Guðs. Ég sest upp píanó og ég spila og ég finn nærveru Guðs. En alltaf þegar eru komnir 3-4 í salinn, þá finn ég sterkari nærveru Guðs. Af hverju? Af því að þetta samfélag heilags anda flæðir inn. Það kemur meira af heilugum anda, meira af heilugum anda, meira af heilugum anda. Predikarinn á Kotmóti, hann kom með smá svona aðvörun til okkar. Hann sagði, ef þú vilt elska Guð meira, það eru svo margir sem segja, ég ætla að elska Guð. Mér alveg saman kirkjuna, ég ætla að elska Guð, ég bara bið til Guðs. En hann sagði, ef þú segir að þú viljir meira af Guði, þá ert í raun að segja að þú viljir meira af systkinum þínum. Af því að Jesús Kristur líkaminn. Ef við segjum við viljum meira af Guði, þá erum við að segja við viljum meira af hvert öðru. Hann sagði þetta, ég hef hans orð fyrir því, og þetta snerti við hjarta mínu, þetta er það sem ég man predikunni. Þannig að ef við erum að biðja meira af Guði, og við viljum ekki systkin okkar, þá ættum við ekki að biðja meira af Guði. Biðjum bara lítið af Guði. En Guð, hann dvelur í samfélagi sinna barna. Og að lokum í 1. Korintubréfi, þá talað samfélag sem við ætlum að eiga núna í lok þessara samkomu. Við skulum lesa 10. kaflan, vers 16, 17. Sá bikar blessunarinnar sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists? Og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krists? Af því að brauðið eitt,
erum við hinir mörgu einn líkami. Því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Hvað er hann að tala um? Jesús sagði á einu stað, þetta er blóð sáttmálans, sem er úttelt fyrir marga. Hann sagði á öðrum stað, ég er brauð lífsins. Ég er brauð lífsins. Og Biblían talar um að kirkjan sé líkami Jesú Krist og líkaminn, hann á í raun og veru samfélag við höfuðið sem er Jesú, hann á samfélag brauðið. Líkaminn borðar allur af sama brauði. Af því að líkaminn brauðið er eitt, þá erum við hinni mörgu einn líkami. Þannig að þegar við tökum brauðið núna, þá munum við það að við erum öll að meðtaka af Jesú Kristi. Af hverju? Af því að við viljum lifa fyrir hann og við viljum lifa hans lífi. Jesús sagði, það er minn matur að gera vilja hans sem sendi mig. Það er minn matur að gera vilja hans sem sendi mig. Ég hefi fæðu sem þið vitið ekki af, það er minn matur, og hann hressist allur. Og eins ættum við að hressast þegar við meðtökum af líkama Jesú Krist. Bikar blessunarinnar. Blóðið, það er í raun og veru blessun vegna þess að þegar Jesús úthelti sínu blóði á Golgata og þegar hann reis upp frá dauðum, að þá var til hinn annar maður. Í raun og veru þá byrjaði nýtt mannkyn, byrjaði ný mannkynsaga. Hinn síðasti Adam var krossfestur og hinn nýi maður, annar maður eða annar Adam, byrjaði nýtt tímabil. Og þess vegna er blóðið, það er í raun og veru tákmynd upp á líf Jesú Krist. Við sungum hérna áðan, your blood flows in my veins. Sumir biblíuskýrendur og kennarar eru ósammála þessu, en ég er ósammála þeim, og við verðum bara að vera sammála að vera ósammála, vegna þess að ég er blóði keyptur og ég er blóði keypt barnið hans. Þess vegna lít ég á hann sem minn blóðfaðir. Hann er minn blóðfaðir. Ég á blóðfaðir hér á jörðu, en ég lít á faðir minn í himninum sem minn blóðfaðir. Ég ætla ekki að vera eitthvað tökubarn eða fósturbarn. Ég er blóði keyptur af föður mínum. Jesús Kristur, bróðir minn, hann fór beint inn í herbúðir hans og hann tók aftur það sem Satan hafði tekið. Hann tók mig, hann tók þig og hann færði okkur aftur fram fyrir föðurinn, halleluja, og við erum börnin hans og við erum ekki lengur þrælar óttans, við erum börnin hans, halleluja, halleluja. Og ég er svo gladur að vera barnið hans, halleluja, amen. Takk Jesús, takk Jesús, takk Jesús, takk Jesús. Og síðasta versið, 11. kaplinn 26. Svo oft sem þér etið þetta brauð, drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Þetta vers væflaði svo oft fyrir mér, en einu sinni hér á bænastund þá bara opnaðist þetta. Og ég skildi það að þegar við boðum dauða drottins, að þá erum við í raun og veru að segja að hann bar mein mín, hann bar sjúkdóma mína, hann bar syndir mínar. Það gildir enn þann dag í dag. Ég meðtek það í dag. Hann bar sjúkdóma mína, hann bar syndir mínar. Ég er frjáls. Ég þarf ekki að bera það sem hann hefur borið. Hann bar það, hann bar mein mín, hann bar sjúkdóma mína. Tökum skjöld trúarinnar og segjum, Drottinn, ég er heilbrigður fyrir benjar þínar, ég er heilbrigður. Biblían segir, ef við tökum vitnisburð mannagildan, þá er vitnisburður Guðs meiri. Það var maður sem hét John D. Lake, ég elska hann, hann er dáinn, hann er farin heim til Guðs. Hann sagði alltaf, þegar fólk kom með læknisskýrsluna, þá sagði hann, þetta er lygi. Það er annar hérna sem er sannorður. Við biðjum fyrir þér og þú munt læknast. Þetta var hans trú. Þannig að við höfum sama Guð og John G. Lake hafði, allir hann treysti og hann fekk að upplifa það,
þó að læknarnir segðu að hann yrði bara grænmeti, að hann færi aldrei í vinnu, að þá hann búinn að vinna öll árin síðan og Guð gaf honum aftur nýja byrjun. Það virkaði að boða dauða drottins, að segja drottin, ég meðtek það sem þú gerðir fyrir mig á Golgata, ég meðtek lífið í fórnar dauða þínu, ég meðtek það að ég ný sköpun, ég meðtek það að ég læknaður fyrir hans spenjar, ég meðtek það, ég meðtek það, ég meðtek það, ég meðtek það, ég meðtek það. Það var kona sem hafði eitt aleigu sinni hjá læknum og hún hafði orðið að þola margt illt af læknum. Já, hún hafði orðið að þola, Biblían segir þetta, hún hafði orðið að þola margar þrengingar af læknum. Það eru komin meira en 2000 ár síðan. Og kannski voru læknarnir ekki með nógu beittan hnífa eða hvað það var, ég veit það ekki. En hún hafði haft blóðlát í 12 ár og læknarnir höfðu enga lausn og hún var búin að fara til allra lækna sem voru á þeim dögum, færir þessa rannsókn, hina rannsóknina. Hún kom til Jesú Krist og þegar hún bara heyrði hann, og tækiði nú eftir, einhver hefði heyrt hann og sagt, já, þetta þýðir nú ekkert. Þessi kona var ekki þannig, hún sagði, ef ég bara fæ snertan, ef ég bara fæ snertan, þá verð ég heil. Ef ég bara fæ snertan, þá mun ég heil verða. Þannig að trú þín skiptir máli. Trú þín skiptir máli. Jesús, hún snartan, krafturinn fór út, þar sem læknarnir höfðu verið að reyna að rembast við í 12 ár, það gerðist án þess svo að Jesús bæði fyrir henni, bara krafturinn frá Jesú Kristi fór í gegnum hana, hún var alheil. Og síðan segir Jesús þessi orð, dóttir, trú þín hefur gjört þig heila. Amen. Þegar við göngum núna að borði drottins, gerum það í trú. Höfum við verið að berjast við sjúkdóma, höfum við verið að berjast við þetta eða hitt, komum í trú og segjum drottin, ég meðtek það sem þú gerðir á Golgata, ég tek af brauðinu, þú ert brauð lífsins fyrir mig, blóðið þitt rann fyrir mínar syndir, fyrir þínar benjar ég heilbrigður. Halleluja. Ó drottin, ég bara lofa þig. Ég svo þakkláttur fyrir að þú elskar mig og ég svo þakkláttur fyrir það að við megum eiga samfélag í dag það sem þú gjörðir á Golgata og þakka þér fyrir það að þú sagðir okkur að gera þetta í þína minningu. Í þína minningu. Og drottin, við viljum drekka minnið þitt í dag. Við viljum, drottin, eta af líkama þínum í dag. Við viljum segja við elskum þig í dag. Drottin Jesús, þinn er mátturinn, þín er dýrðin. Halleluja, 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 halleluja. Lofaðu sé drottin, hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum. Lofaðu sé drottin, hrópa ég og ég frelsast frá sjúkdómum mínum. Lofaðu sé drottin, hrópa ég og ég frelsast frá þunglindi mínu, frá armæðu minni, frá hverju því sem þrykkir mig niður af því að hann er Guð. Hann er Guð. Hann er Guð. Hans vitnisburður er meiri. Hans vitnisburður er meiri. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Takk Jesús.